Við ætlum að kíkja næst á aðra þraut eftir Trojski og hér hvítur greinilega miklu liði yfir en hann samt í smá vandræðum því að svartur hótar að leika G2 og líka hróku B1 skák sem vinnur drottninguna. Hvítur gæti hugsað sér að reyna leiki eins og drottning F1 skák en honum svarað með G2 sem hótar auðvitað drottningunni og líka vekja upp á G1. Og eftir drottning D3 skák núna kemur biskup G3 skák og svo fær svartur sér drottningu og vinnur þetta frekar þægilega. Annar leikur sem að hvítur geti reynt riddari F4 skák með hugmyndina að plata hrókin af B-línunni þar sem hann hótar ekki lengur hróku B1 skák og leika núna til dæmis biskup C6 sem að valdar G2-reitin. Svartur getur þó leikið hrókur F2 sem að hótar að leika G2 en eftir biskup G2 skák, hrókudrepur G2 og drottning F1 sem leppar hrókin þá svarturinn að leik F4 og eftir drottningdrepur F4 kemur hrókur F2 og þetta staða sem að hvítur getur ekki unnið. Þannig að við skulum fara aftur í upphafsstöðuna sem lítur svona út. Besti leikurinn fyrir hvítan biskup C6 sem kemur í veg fyrir hótun svarts G2 en svartur á enga síður en að leika hérna hróku B1 skák sem að vinna drottninguna og hér mikilvægt fyrir hvítan að fara með kónginn sinn á réttarreit. Hvíti kóngurinn vill vera nálagt svarta kóngnum til þess að taka þátt í mátsókninni þannig að kóngur D2 ekki skynsamlegt þess vegna leikur hvítur kóngur E2 og hér kemur hrókudrepur H1. Nú gæti hvítur vissulega tekið hrókin á H1 en þá var svarturinn að leika hérna G2 sem bæði loka biskupinn inni og valdar F4-reitin og eftir biskup drepur G2, kóngur drepur G2 og riddari H4 skák þá hvítur auðvitað ekkert betra en jafntefli hér. Annar leikur fyrir hvítan í þessari stöðu að byrja því að skáka á F4 með riddaranum en eftir kóngur H4 og biskup drepur H1 þá ákaflega ólíklegt að hvítur vinni þessa stöðu. Þess vegna verður hvítur hér að skáka á G2 með biskupnum og þetta mjög þvingandi framhald. Eftir kóngur drepur G2 á hvítur bara einn riddara eftir og eins og áður í skákdæmum Trojskis þá sína léttumennir ótrúlegan styrkleika sinn. Hér kemur riddari F4 skák og kóngur G1 og hér lokast svartur algjörlega inni. Í þessari stöðu ættum við að stoppa á að hugsa okkur hvað myndi svartur gera ef hann ætti leik. Hann á bara einn leik í stöðunni sem G2 og þess vegna ætti hvítur að leika leik sem að losar reit fyrir riddaran og gerur hann kleift að máta svartan og leiða hann loka sjálfan sig inni. Þess vegna besti leikurinn núna kóngur E1 og eftir G2 kemur riddari E2 mát. Glæsilegur endir. Takk fyrir.